Þetta bara stóri tónlistardagurinn. Það stúlknakórinn okkar kominn, allur, við erum með 35 stelpur sem munu taka þátt í sýningunni en reyndar bara 10 til 12 í einu. Þetta svo margar sýningar, skipulaðar að það þurfa að geta víxlað svona og hljómsveitin með okkur í dag. Í fyrsta skipti fullmönnu, við erum búin að vera með trommara og Guðmund, tónlistarstjóra með okkur en núna eru þeir allir komnir. Við allar senur getur verið 5 til 10 lög sem er að velja á milli, þannig að við stóðum fram fyrir því lúksusvandamál að þurfa að fara í gegnum allan katalóginn og velja og hafna og það var alltaf mjög skrítið. Ég meina hann 840 laga maður. Þetta algjörlega bara á heimsvísu einstakt output, bara afrekið, bara það sem hann búinn að framleiða. Og líka tilhugsunin að það er að koma mörg þúsund manns að sjá sýninguna og allir hafa kannski einhverjar skoðunar í hvaða lög eigi að vera. Og þannig að maður er svona viðbúinn því að eftir hverja sýningu þá verður einhvers að segja ég saknaði nú þessa lags eða þessa lags. Þokan sýnir hryllingsmynd, fölir stúlku hann. Ég vildi ekki koma inn í ferlið í janúar og vera búinn að ákveða þetta eru lögin, það er bara búið að ákveða það og svona verður tempóið og nauðsynlegt að skjóta það. Í staðinn fór ég bara svolítið svona feskur inn í þetta og reyndi bara svona að fá allan leikhópinn bara alla til þess að einhvern veginn hafa sameiginlega skoðun á hvernig ég ætti að útfæra hlutina og leyfa leikhópnum að nálgast lögin á sinn hátt og koma með hugmyndalínum og hvernig ætti að útfæra lögin, hvernig ætti að radda þau og þannig að sum lögin fá svolítið að standa svona svolítið lík orginal upptökunni en önnur fara alveg bara svona snúning, við tökum svona góðan snúning á nokkrum lögum En það sem gerist með þessi gömlu lög sem er búin til í 20, 30, 40 ár þannig að ef þú ert heppinn og getur heppnast vel þá kannski poppar fram einhver essens í textanum eða í sögunni sem að kannski fólk var ekki búið að átta sig á og samt búið að syngja það í 40 ár eða 30 ár Þetta eru 9 bubbar, 9 mismunandi bubbar, 9 manns að syngja lögin og leika bubba og það var svona, mjög challenging. Hann nær svo langt niður og nær svo langt upp og það er bara mjög erfitt að syngja sum lögin hans. Svo þegar fólk ætlar að fara að syngja lögin hans, þá kannski lendur oft í klípu. Hann er alveg bara eins og tenor, bassi og sópran, Stundum bara henduðu lögin ekki þeim sem átt að syngja þau og þá fóru til einhverja annara eða bara duttu út í sýningu. Eitt lag sem ég svona kynntist á þessari vegferð er lagið Ég minnist þín sem hann samdi til mömmu sinnar og er eina lagið sem hann óskaði eftir að yrði ekki í sýningunni. Okkur Óla þótti það svo áhugavert að við einhvern veginn fundum okkur knúna til þess að koma því inn. Textin er ekki sunginn, heldur bara kórinn okkar, Aurora-kórinn. Það er lag þarna sem ég bara var búinn að gleyma sem ég hélt fyrst að þetta væri klassík eitthvað eftir Bach eða eitthvað. Það er bara vá hvað þetta er fallegt hjá kórnum. Ég reyndar fann mig knúinn til þess að spurja Bubba hvort það væri ekki alveg í lagi ef við notuðum það. Og hann eitthvað, akkur viltu nota lagið? Ég segi, þetta er svo flott lag. Þú sagðist trúa og trú þín var sterk. Ég trúði aldrei á kraftaverk. Svo segir einn persónan í leikritinu, hvaða lag er þetta? Þú samdir þetta, Bubbi, þetta er lag um hana mömmu. Og ég bara, já maður. Það bara máttu nota, það er bara Robert. Og síðan þá hefur hann heldur tekið lagið sátt. Það er ástæða fyrir ég hef ekki spilað það vegna þess að ég held ég hafi aldrei verið tilbúinn til að spila það. En þegar ég heyrði kórinn gera þetta, þá var þetta bara, það fékk alveg nýtt líf. Ég fór að hlusta á það leiðinni heim í kjósinu og ég sagði. Og það er svona kannski mitt uppáhalds í dag, þetta er ógeðslega fallegt lag. Ég heiti Vigdís Perla Mokk og er sýningarstjóri í Nýju Líf. Starfið mitt felst í því að allt gangi snurðulaust fyrir sig hér á æfingum og boða æfingar, hverjir eru að vera hvenær.
heldur utan skipulag, svo þegar kemur að sýningunni sjálfur að séu alla tæknibreytingar og tali headset. Aron og Bjössa og þegar þú getur. Í þessu sprengjum. Það svolítið erfitt fyrir mig að vera í viðtali hérna núna, því að það allt að gerast. Nú til dæmis fólk að spyrja mig hérna í headsetið og nú þarf ég að kalla á svið hérna leikara sem verið í þessu atriði. Bjössi Stefáns á svið og Guðmundur Óskar. Bjössi Stefáns og Guðmundur Óskar, við ætlum að fara lítið yfir Hiroshima. Það verður að fara að sprengja hérna upp ef ykkur sama að færa ykkur aðeins fyrir sprengjónum. Já, ég skal segja þér ykkur hérna, nú erum við að bíða. Ég ætla að kalla aftur Bjössi Stefáns og Guðmundur Óskar á svið. Bjössi Stefáns og Guðmundur Óskar á svið. Og já, þegar sýningin búin að frumsýnast, þá það mínum höndum að halda henni eins í 100-200 skipti, alveg sama hversu oft hún sitt. Já, Eskan, við erum að fara að kækja í. Já, og ég keyri sýninguna, þannig að ég yfirmaður á öllu tæknifólkinu hérna, keyri sýninguna, gef alla ljósabreytingar, hljóðbreytingar, sný sviðinu, flýg fólki upp og niður þegar sýningu stendur og á rennslum að sjálfsögðu eins og við erum að fara að undirbúa núna. Ef allt gengur snurðlaust, þá veit enginn af sýningarstjóranum, en ef allt fyrir fokk, þá veit allir af sýningarstjóranum. Ég er uppteknasta manneskjan í þessu leikhúsi hér. Þegar ég er beðin að gera leikmynd fyrir söngleik Bubba, þá auðvitað fer ég bara á kaf inn í hann og hans listaverk. Og ég eiginlega fylltist bara af svona innblæstri af textunum hans og svona hans heimi, því sem hann hefur skapað. Þannig að það flæddi bara út myndir. Það er eiginlega svona þessi náttúrutenging og svona tenging við okkur hérna Ísland auðvitað, af því að hann er eitthvað svo mikið þjóðarsálin okkar. Þannig að það er mjög mikil svona náttúrutenging og svona skipsflag út á landi og síðan eitthvað svona tónleikahöll, eitthvað sem að ég tengi við hann og svona 17. júní og 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar og Laugardalshöll og risastórar myndir, Hótel Borg og svolítið gaman að vera með svona mótsagnir. Ég var mjög hamingjusöm því að þegar Bubbi kom og sá leikmyndinni í fyrsta skipti, þá var hann mjög kátur og sagði þetta er svona eins og Berlín 1980, svona frumtöng. Ég bara, ok. Þannig að ég náttúrulega var unglingur þegar hann var að byrja með sinn undangangsmann. Þannig að það hefur örugglega flætt einhvers staðar inn í mitt æðakerfi. Ég var aðdáandi hans þá, þegar ég var unglingur, mér fannst hann geggjaður, sjúklega kúl. Og svo eiginlega bara núna, svona í svona þessari mýkri hlið. Vinnan klárast á frumsýningadaginn í fyrsta lagi. Það eru ótrúlega augnablik. Það er mjög merkilegt að vera í felum í myrkrinu út í sal og sjá karlmenn gráta. Ég lenti í daginn og ég var að reyna að læðast í burtu fyrir hlé og þá var dyrnar læstar og svo kom bara þvagan á mig. Og ég stóð bara, og það var bara grátandi konur og þá voru menn að þurrka tár. Ég hugsaði bara, og svo bara, mjög merkileg reynsla og falleg reynsla. Ég held að minn uppáhalds Bubbi sé litli Bubbi. Já, hann hefur alltaf verið í uppáhaldi hjá mér sem tónlistarmaður og hann hefur náttúrulega verið svo duglegur að endurnýja sig, hann kemur alltaf með eitthvað nýtt og... Það er svo mikið fyrirmynd hvað það varðar að hann er búinn að upplifa allt þetta rugl, búinn að fara í gegnum allt þetta fokk, afsakið, en síðan er hann bara í sínu besta form í dag og bara einhvern veginn svona breyskur og er að reyna að gera betur alltaf og það er fyrirmynd fyrir mér. Í tengslum við þessa sýningu þá eru lög eins og Grafir og bein sem að ég syng og Með þér sem að ég syng líka sem að bara lög sem ég er svolítið að uppgöta og þannig að þau eru í uppgöta hjá mér akkurat núna. Utangarðsbubbi, ég er náttúrulega, hann er svona, ég þekki utangarðsbubba svolítið vel sko, svona bara af því að þá var ég sjálf unglingur. Ég hlustaði aldrei á hann sem barn og svo bara sá ég þessa mynd þarna rock í Reykjavík og maður náttúrulega, hann fer inn í hausinn á manni þessi típa sko, þessi brjálæðingur. Ég kann best við nýjasta Bubba og sátti Bubbinu. Það er ekki því að bara ég kynntist honum þá, ég kynntist honum bara fyrir nokkrum árum. Ég held að kynnast honum á mjög góðum tímapunkti í hans lífi og mjög áhugavert að kynnast honum bara núna eftir alla þessa löngu vegferð úr vonum og búinn að taka sjálfa sig svo mikið í gegn og hafa svo mikið fyrir því að komast á þann stað sem hann er í dag, sem er bara fjölskyldumaður í Kjósinni en er samt að skapa og er samt að láta sig málin varða og þú veist, við gerum plötu fyrir akkurat ári síðan. Við erum að fara til 2 vikur að gera nýja plötu og þú veist, það er komið 50 lög. Það er ekki svo Sátti Bubbi sé bara orðinn sáttur í listinni heldur. Við erum búin að semja 850 lög og það er verið að gera söngleikum í Borgarleikhúsinu. Það
hann er ekki hættur, skilur, hann heldur bara áfram, ótröður, sko, og það ég fíla hann Bubba mjög vel, sko. Ég er aðdáandi Bubba og hann hefur alveg verið stór svona hluti af mínu tónlistaruppeldi. Þessi sýning gengur bara fyrir einhverju eldflauga bensíni. Hún bara svona sprengikraftur og orka og brjálæði svolítið. Hann búinn að vera á reynslunum hérna, búinn að vera hérna baksviðs og með okkur og mætir snemma og bara stöðugt einhvern veginn að uppgötva eitthvað nýtt og nýtt og segja okkur baksögurnar og ég held að segja ákveðin svona hreinsun fyrir hann. Mér fannst mjög erfitt þegar hann kom hérna á fyrsta reynslið að horfa af því að það skrítið að því að við erum búin að náttúrulega búa fullt til, að skrítið að leggja einhverjum orð í munn eða búa til heim sem heimur einhvers og svo hann þarna og svo kannski hann ekki sammála. Það var erfitt. Fyrsta skiptið sem hann satt út í sal og horfði á okkur. Hann var maður rosalega meðvitaður að hann var í salnum og þetta eru viðkvæmir hlutir, hann örlátur og hlífir sér ekki. En hann var bara sáttur, þannig að þá var litla ég rosalega glöð. Leið og sá ís var brotin, ef hann var búinn að fara gegnum það einu sinni, þá var þetta ekkert mál. Já, nei, ég var ekkert endilega Bubba aðdáandi áður. Ég var ekkert á mótunum heldur, hann var þarna, hann hluti af landslæginu. Kona mín rosalega mikill Bubba aðdáandi. Hún heitir mér að segja Brynja. En núna ég alveg Bubba aðdáandi, ekki spurning, enda maðurinn algjört náttúru fyrirbrigði, sko. Það svona Jesúbarn í Bubba. Það einhver svona algjör hreinleiki og sem bara hreinn sköpunarkraftur, sem bara guðlegur, skilurðu. Það bara eitthvað svona ljós sem hann kom með sér. Fylgja mér. Og við erum bara svo heppin að hann hefur ekki náð að skemma það sjálfur með öllu þessu rugli sem hann hefur gengið í gegnum. Já, stemningin fyrir frumsýningu. Ég held hún sé þetta svolítið sérstök af því að ég var ekkert viss að værum að fara að frumsýna fyrir bara klukkan 2 í dag vegna COVID-veirunar. En það mikil gleðiefni að við séum að fara að frumsýna og ég held að við séum bara öll alveg til í það og tilbúin. Það náttúrulega bara skrítinn dagur, það bara samkomubann eftir 2 daga og það verður ekkert partí og bara, við erum bara svolítið í svona þannig sjokki, sko, þannig að það kannski það yfirtekur frumsýningarstressið, það kannski bara ágætt. Og við höfum mikla trú á því sem við erum að gera og bara mér ferli bara búið að hafa verið svo gefandi og ég er búin að læra svo mikið að ég get ekki verið neitt annað en sátt. Já, ég er bara í þvílíku stuði fyrir þetta. Eins og ég sagði á Facebook á hans, það verið bara hvíld að komast inn á svið. Keith Richards fékk víst kórónuveiruna. En kórónuveiran dó. Þessa dagana búið að vera alveg gegndarlaus umræða sko, veirusmitt sem eðlilegt. Það eðlilegt að við séum með áhyggjur og það eðlilegt að við séum að einhverju leyti sko, viljum reyna að gera allt til þess að stöðva þetta en viðbrögðin, ef leiðtogar heimsins myndu sýna sömu viðbrögð og núna við kórónuveirunni, við hlýnun jarðar og það að heimurinn sé á heljarþröm, þá ég gríðarlega glaður og sáttur. Það það sem samfélagið þarf meira af, það að við í rauninni þorum að horfast í augu við alla bubbana í okkur eða allar sögurnar sem við eigum. Við höfum 5 mínútur. Við höfum 5 mínútur. Dotti, komdu. Ekki að gera betur en vel. Það ekki hægt. Ekki fara inn í, það ekkert ofris eða neitt. Gera þetta og hafa gaman að því og njóta þess. Við erum búin að gera allt samkvæmt bestu samvisku sem hægt að gera, svo nú bara að leyfa því að streyma í gegn og njóta. Elska og njóta. Og svo auðvitað sprengja þakið af húsinu í leiðin. Já. Eitt að lokum. Takk fyrir að stækka líf mitt. Flugbrú 1 og Reykur. Það sannleikur í lífinu menn ljúga, frá æskunni á vængjum vonar fljúga.
Það í eðli sumra á ystu brún að standa, fyrst þá sem þeim finnist þeir anda. Gefast aldrei upp þó óttinn þeim mæti, í hlíðargötum frá Regnbogansstræti. Sumar manneskjur sannleikan þrá, og aðrir þolan ekki vilja aldrei sjá. Sumir erfa áfall forfeðra sinna, meðan aðrir hamingju í hjarta finna. Ég meina það hefði svo margt geta komið fyrir hann á lífsleiðinni. En hér er hann í dag, full FM og alveg bara sprækur eins og lækur. Nei, helgan stein, þetta, sko, við fáum bara eitt líf. Ég held að Bubbi sé alveg rosalega dýrmætur einstaklingur fyrir þetta litla land. Litlu samfélagi með mann sem kann að umbreyta sér. Ég mun spila þangað til að ég dey. Kannski dey á sviðinu ef ég er heppinn, eða á árbakkanum. Með mann sem að er í þeirri stöðu sem hann er í og sendir frá sér sko góða og jákvæða strauma og er uppbyggilegur. Sá maður er mikilvægur maður. Ég er svo stoltur yfir því að vera til staðar, ég er ekki drukkin, ég er aldrei þunnur, ég er alltaf til staðar. Lögin mín það er andardrátturinn minn. Ég er ekkert stoltur yfir andardrættinu mínum, en hann er mér mikilvægastur, öðruvísi gæti ég ekki lifað. Þú sjálfum þér á Regnbogansstræti. Bubbi er Bubbi, en við erum öll Bubbi og Bubbi er við. Fæddist eins og gerist og gengur, grátandi hraustur drengur. Fyrsta minning, lykt af mömmu, þekkti aldrei á ömmu. Fyrsti kossinn, fyrsta glasið, fríðleiks piltur, brúða fasið. Misnotaður, nóttin svart.